Já, góðan daginn, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við erum með Atla Þór Fanndal, framkvæmdastjóra Transparency International á Íslandi. Hann er við hliðina á okkur og svo Trausti Breiðfjörð Magnússon heima með COVID. Að ljúka síðasta deginum í einangrun, blessaðir. Sælir. Hvernig hefur það? Ég er bara nokkuð gott, sko. Svona smá einkenni fyrst og bara eiginlega ekkert núna, sko. En heyrist kannski smá kvefaður, en fyrir utan það ekkert nema bara þessi heilaþoka sem að margir fá. Það er svona svolítið skrítin í hausnum einhvern veginn. Já, það getur verið óþægilegt. Já. Geggjað. Takk fyrir að koma, Atli. Takk fyrir að bjóða mér. Þú tókst við störfum sem framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Transparency International núna í maí síðasta ári, eða ekki? Já, mikið rétt. Og það búið að vera mikið að gera hjá okkur. Já, nú að gerast á Íslandi alltaf. Og við erum bara mjög glöð, við erum með þetta í uppbyggingu, það tekur svolítið tíma. Gagnsæi var til áður og rennur inn í Transparency og svo tekur við svona 2 ára tímabil þar sem að þú ert deild sem að telst í uppbyggingu en við auðvitað verðum til á réttum tíma. Akkurat. Það er stórt mál sem að við eyðum miklum tíma í. Já, mikið púður sem fer í það. Hvernig er þið búið að lítast á allar þessar yfirheyslur og það sem búið að vera í gangi síðasta viku eða svo? Ég kannski fyrst og fremst áhyggjur af skilabónum sem er verið að senda. Það er, maður sér það svolítið á umræðinni að mörgum finnst blaðamenn vera ofsalega viðkvæmir og jafnvel krefjast þess að vera hafnir yfir lög. Það er auðvitað bara rangt. Það er þannig að blaðamennum ber lagaleg skyld til að verja sína heimildarmenn og blaðamenn eru auðvitað bara gríðarlega viðkvæmir fyrir öllu sem hægt er að túlka sem tilraun til þess að þrýsta á það og að uppljóstra sína heimildarmenn. Þannig að viðbrögðin finnst mér vera mjög góð. Ég er mjög ánægður með hvað blaðamenn standa saman í þessu máli og hvað eru bara margir taka undir þetta. Og svo auðvitað kannski höfum við áhyggjur af þessu í samhengi við önnur skilaboð sem að hafa verið sendið í þessu máli. Ég meina, það er alveg eitthvað til þess að hafa áhyggjur af að blaðamenni sem að fyrst greina frá málinu séu allir farnir frá ríkissjónvarpinu. Akkurat. Og líka kannski sérstaklega í þessu máli að því þetta fjallar auðvitað skærulega deildina sem kallar sig svo stolt og er ekki nafn sem að fjölmiðlar gáfu þessu fólki. Nei, þau gáðu sér þetta sjálf. Já, þetta er bara frá þeim. Og það sýnir ofsalega svona skrýtna forgangsröðun að núna 2 ára seinna þá séum við að horfa upp á það að blaðamenninni séu að fara í yfirheyrslu. Akkurat, það er mjög skrýtið einmitt. Og hvað það við horfum á stóru glæpina, það sem að þessi blaðamenn uppljóstruðu í Namibíu, manni finnst eins og sé ekkert verið að gera í því. Nei, það er auðvitað svolítið, það hluti af íslensku réttarfari að við vitum yfirleitt mjög lítið það rannsóknir sem er í gangi. Héraðssaksóknir til dæmis gefur ekkert út og svona, þannig að við vitum oft ekki vel hver staðan er. Ég hef nú svona leyft mér það að hafa trú á héraðssaksóknara vegna þess hver er þar, hann Ólafur sem að stýrði þetta rannsókn eftir hrunið og svona nýtur almennt virðingar hjá þeim sem hafa unnið með honum og hefur svona sýnt stundum oft getur til þess að taka vel á málum. En það eru þetta áhyggjuefni hvað viðbrögðin hafa verið lítil á pólitíkarsviðinu. Ég meina bara sem dæmi að þá kemur svo augljóslega í ljós þarna að Samherji smygla sér inn í gegnum þróunarsamstarf Íslands. Ísland naut mikillar virðingar í Namibíu fyrir þetta samstarfsverkefni þróun sjávarútvegs þarna. Þannig að ég hefði til dæmis viljað sjá þingið eða framkvæmdavaldið gera einhverja skýrslu eða athugun á því hvort að þetta sé til dæmis eitthvað sem við þurfum að óttast. Það hefur ekki gerst. Og svo bara þessi þetta svona ofboðslega kúltúrsleysi gagnvart fjölmiðlum sem birtist hjá sérstaklega kannski Sjálfstæðisflokknum en að vera einhvern veginn alltaf að tala niður mikilvægi þeirra og þessi stöðufærsla frá fjármálaráðherra sem var svo augljóst
sko augljós tilraun til kælingar. Ég meina hann eyðir meirihluta færslunar í það að gera athugasemd við það hvernig Ríkisútvarpið fjallar málið og að þeim finnist þetta vera eitthvað mál. Akkurat, og ég man vel eftir því þegar hann var spurður í þinginu þegar Kveikþátturinn var nýkominn út hvað hann finnst nú Samherja í Namibíu og allt þetta mál sko. Og þá sagði hann, þetta er svo vanþróuð lönd þannig í Namibíu, þau hafa ekki innviði, þau hafa ekki stjórnkerfi eða svona þroskandi þess að taka á svona málum. Hann svona einhvern veginn afsakaði þetta þannig að innviðirnir og stjórnmálaumhverfið í Namibíu svo spillt og þau eru svo langt eftir á að þetta bara svona auðvitað gerðist þetta. Já. En hann fór ekki að tala það akkurat að við erum með íslenskt fyrirtæki sem braut af sér og ættum að draga þetta til ábyrgðar, ættum að beða Namibíu búa afsökunar og svoleiðis, en í staðinn þá fer hann eitthvað kemur svona semi-racist kommentum að þetta séu svo vanþróuð lönd og þess svona bara að sjálfsögðu lítur þetta að gerast. Já, svolítið svona eins og heiðarlegur eða hópur heiðarlegra íslenskra viðskiptamanna hafi svona sópast upp í hvirfilbyl spillingar í Namibíu. Það er svona svolítið það sem að já, ég meina og það örlan og stundu fyrir þetta. Fyrir mörgum ára skrifaði ég fyrir blað í Nígeríu lekamálið. Það blaðið heitir The Nation og er alveg sko stórkostlegu fjölmiðl og þú veist og blaðamenn þar hafa aldeilis þurft að færa fórnir og það hefur verið ráðist á þá skrifstofu og annað slíkt og var svona þess að fjalla hvern baráttuna eða þú veist farið við máli og baráttuna líka á Íslandi fyrir því að reyna að kæla þetta mál og þar á meðal fyrrverandi þingforseta sem var þá og svo birtist þetta og þetta var tekið upp í íslenskum fjölmiðlum og fyrsta svar þingforseta var að þetta væri nú bara eitthvað Nígeríubréf þú veist þannig að mér er svona oft örla fyrir þessu sko það þú veist þeir ég meina það er líka alveg verðt að skoða til dæmis að þessi ummæli Bjarna koma bara á fyrstu dögum málsins, ég meina hann hafði enga forsendu til þess að draga þessa ályktun, þetta er bara eitthvað 15. eða eitthvað og málið hafði verið til umfjöllun á daginn áður eða 20 áður. Já, þetta er líka áhugavert af því að þau eru alltaf að tala ráðherrarnir þau vil ekki tjá sig efnislega með einstök mál en svo þegar það hentar þá einhvern veginn mæta til leiks og tjá sig sko. En ég var líka að spá bara, þú veist, hvaða tól og tæki hafið þið til þess að veita þetta aðal gegn spillingu? Þú náttúrulega sagðir áðan að þú værir eini starfsmaðurinn í 50% vinnu, það er kannski takmarkað sko hvað þið getið gert, en eru þið með eitthvað svona guideline eða þú veist, eitthvað skref sem þið takið til þess að veita aðhaldið? Já, við náttúrulega njótum stuðnings frá alþjóðahreyfingunni og það er gríðarlega mikilvægt þegar maður er að byggja upp svona deild. Og þetta er líka stjórn þarna yfir sem að vinnur mikla vinnu í sjálfboðavinnu og það er kannski helsta ástæða þess að það var sótt svona fast í það að vera hluti af Transparency vegna þess að þú getur ekkert staðið í þessum málum einn. Baráttan við spillingu er bara samstarfsverkefni allra. Transparency svona sögulega hefur auðvitað lagt langt mesta áherslu á það að lagaumhverfið sé réttlátt. Þannig að til dæmis eitt af þeim verkefni sem Gagnsæi gerði og er svona eiginlega líka eitt af fyrsta árangurinn sem við náum er þessi baráttan fyrir vörn fyrir uppljóstrara og það er svona mjög klassískt dæmi hvar Transparency beitir sér. Þegar kemur á svona stórum spillingamálum þá auðvitað beitum við okkur bara í því að málið sé upplýst og aðstoðum við gagnaöflun og annað slíkt fyrir til dæmis deildirnar annars staðar sem að því að Samherjamáli er svona mál sem snertir á fjölda landa þannig að það eru deildir út allt að skoða Samherjamálið. Hér á Íslandi höfum við lagt mikla áherslu á það að sýna almenningi að sko við svona stöndum með þeim og það sé allt í lagi að hafa skoðanir á þessu af því að það er oft svolítið hratt svona farið í þetta að tala niður áhyggjur fólks, látið svo þetta sér dómstóll götunni og svona en í pólitík þá er bara mjög mikilvægt að fólk geti tjáð sig og mynda sér skoðanir. Það er ekki það sama og að menn séu sko dæmdir í sakamáli. Algjörlega, mjög góða punktur. Og svo erum við auðvitað með verkefni sem að þú veist við förum í yfirleitt eitthvað svona samstarfsverkefni og kannski verkefni sem við erum í núna og er svona sýnishorn af því sem við erum að gera er það sem er kallað Clean Biz og er samstarfsverkefni milli okkar, Noregs og Portúgal
það sem við erum að í raun og vera að reyna að búa til handbækur og aðstoð fyrir smærri fyrirtæki þannig að þau geti haft sitt á hreinu. Því það eru þetta, þegar þú ert í alþjóðaviðskiptum þá mun auðveldara fyrir stærri fyrirtæki að uppfylla þetta skilyrðin heldur en kannski einhverja einyrkja eða starta fyrirtæki og annað slíkt. Þannig að það er eitthvað svona sem að fara að koma. En við erum í raun og veru með það er leiðir sem að hver deild telur að sé nauðsynlegt að beita í heimalandinu. Og hér á Íslandi bara af augljósum ástæðum höfum við reynt svolítið svona bara að læna okkur upp með blaða- og fréttafólki því að við höfum verulegar áhyggjur af stöðu þeirra mála hér. Það er búið að vera svolítið í umræðinu og búið að vera vekja athygli á því að minnir að það hefði verið 2011 og þá voru stöður í fjölmiðlum fyrir blaðamenn eða fólk sem vinnur í fjölmiðlum, þær voru eitthvað 2200 talsins eða 2300? Já, 2013. 2013 voru það 2238 og eru núna 2020 879 eða 76 minni mig. Og það sem að kannski sláandi að 45% af þessu samdrætti gerist milli 2018 og 2020. Wow, já. Þannig að þú veist, þegar fólk spyr sig út af hverju eru fjölmiðlar svona lélegir, sem að ég veit alveg að fólk spyr sig, að þá auðvitað segi ég að fjölmiðlar á Íslandi eru merkilega góðir miðað við og við eigum náttúrulega alveg stórkostlega blaðamenn sem að standa sig mjög vel. En þá þetta ástand. Það bara tímafrekt að skrifa fréttaskýringar eða reyna að greina málið. Það er miklu tímafrekara heldur en að birta að einhver einn hafi sagt þetta eða þessi hafi sagt þetta. En fyrir þessu eru svona ýmsar ástæður líka, það er náttúrulega þannig að samfélagsmiðlar hreinlega ryksuga upp tekjur fjölmiðla. Samhliða því að í raun og veru mótilið þeirra myndi ekki ganga án efnisframleiðslu fjölmiðlana. Og nú fer þetta allt í gegnum Facebook og YouTube og Google og allt þetta dæmi. Og það eru þau fyrirtæki sem fá auglýsingatekjurnar og kannski ef að miðlar eru með sína rásir á þessum miðlum, að þá fá þau einhvern hluta af þeim tekjum. Já, einhverju leyti. Er ekki búið að vera eitthvað, mér fannst ég að hafa heyrt daginn að hvort það var Evrópusambandið eitthvað að tala að það ætti eitthvað að setja reglugerð á þetta að fjölmiðlarnir sjálfur myndu fá kannski stærri skerf af þessum auglýsingatekjum. Já, það eru hugmyndir uppi mjög víða til dæmis hvernig á að skattleggja þessar tekjur. Að mögulega verði skattlagningin svolítið eins og þegar við skoðum fyrirtæki að þú getur verið með fyrirtæki hvað sem en ef að stjórn þess og höfuðstöðar eða í raunverulega stjórna til dæmis á Íslandi þá eiga skattleggjunar koma hérna á Íslandi. Og það eru hugmyndir meðal annars í Evrópu að fara að skattleggja uppruna gagnanna sem verða tekjurnar. Það segja ef að gögnin sem að beina auglýsingunni til þín verða til hérna á Íslandi með þinni notkun að þá séu eigi skatttekjurnar að vera hér og þá er hægt að skoða hluti eins og skiptingu í einhverja sjóði og annað slíkt. Ég meina þetta var náttúrulega raunin einu sinni, menn þetta er ástæðan fyrir að við borgum stefgjöld, þetta er bara svona praktísk leið til að innheimta tekjur. Svo þú getur haft blaðafólk sem vinnur í þessu allan daginn, getur gert það, þetta er fullri vinnu. Ég var líka að spá það var stjórnvöld eitthvað að leita til eitthvað svona, eru þið ykkur í samtali eða samstarfi við stjórnvöld og er það eitthvað sem tíðkast hjá Transparency International yfir höfuð að vera í einhvers konar samskiptum við stjórnvöld? Já, Transparency er mjög viljugt til að vera í samskiptum við stjórnvöld og það er náttúrulega hluti af því sem við erum að reyna að gera. Þú þarft að eiga í samskiptum við aðila til þess að sé hægt að bregðast við. Núna síðast í dag voru samtökin og Íslandsdeild þar á meðal að senda til dæmis bréf á fulltrúa í það heitir FART. Það er sem sagt þið munið þegar Ísland lenti á gráa listanum vegna ónægra aðgerða gegn peningaþvætti. Það er sem sagt sá vinnuhópur nú verið að fara aftur yfir þær reglur. Þannig að það er til dæmis dæmi bara síðast dag, þá erum við að senda þeim og segja hvaða hluti þyrfti að laga, það þetta tengist leka úr þessum svona aflandseyjum og það er mjög og það sama á við Transparency á Íslandi, við þetta erum alltaf
til í samtal. Ég meina við meiri sé að buðum Samherja eftir afsökunarbeiðni að sendum við þeim bréf og útlistuðum fyrir þá svona aðgerðir sem þeir gætu farið í. Því að Transparency sko mjög umhugað sko hægt sé að bæta fyrir hluti sem auðvitað oft gagnrýnt, en einhver þarf að vera í því að segja þú veist, ok, nú þetta búið að gerast en ef þið gerir þetta þá getið þið mögulega komið í veg fyrir þetta gerist aftur. Sýna fyrirtækjanum og að þessum aðilum leið út og hvernig þau geta gert hlutina betur og kannski þá tillögur að bæta starfsumhverfi eða reglugerðir hjá fyrirtækjanum sjálfum. Já, það þú veist, við eigum mjög mikið að efnu það, en auðvitað, þú veist, tökum við ekki þátt í einhverju PR með þeim, Nei, okkur alveg sama hvað fólki, ég meina það ekki okkar hlutverk að hjálpa fyrirtækjum að líta vel út. Úr einhverjum svona skandal. En hafa verið einhver viðbrögð frá stjórnvöldum eða finnst þér eins og þið séu svolítið bara hunsuð eða þú veist, er það að fá eitthvað feedback tilbaka frá þeim þegar þið eru að senda þessa pústa og svoleiðis? Mér finnst stjórnvöld alveg kurteis en ég myndi vilja sjá meiri áhuga á baráttunni gegn spillingu. Já, ég trúi því. Það það eiginlega að viðurkenna það. Heldur betur. En svo myndist á áðan að fólk kennt að segja að dómstólgöturnar ef fólk fyrir að tjá sig á kommentakerfi með svona opinbert sko. En það er ekki verið að sakfella fólk í dómsmáli, þau eru ekki að fá á sig einhver dóm þegar fólk að tala og segja sína skoðun. Og það meikar ekki sens að vera svolítið svona skeptískur á það sem að gerast þegar Samherji þátturinn nýkomin út. Og þá Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra, gamall félagi Þorsteinn Más, forstjóra Samherja. Og ég held að 2 dögum eftir að þátturinn kemur út þá hringir Þorsteinn Már hringir Kristján Þór Júlíusson í Þorsteinn Má til þess að óskona til hamingju með að hafa opnað einhverja nýja síldarverksmiðju eða eitthvað svoleiðis. Ekkert að tala Samherjamálið eða neitt, heldur bara því þeir eru buddies. Og líka að tökja hann hefði það. Já, akkurat. Hvernig hann að takast á við áfallið andlega að þetta sé að uppljóstrast, hann ekkert að fara að díla við málið sjálft, sko. Þannig að það ekki furða að vakna upp spurningar og gagnrýnisraddir í samfélaginu. Já. Nei, og sko, hluti af vandanum svo bara hugmynd sem bara pínur ríkjandi hérna að spilling og sko kannski skortur á heilindum líka bara sé eitthvað innflutt. Þú veist, stundum svona skolið þetta á strandir Íslands en þú veist, þetta verði aldrei til hérna. En ég meina Samherjamáli bara útflutningur á spilling. Það bara það sem það og þú veist, eftir þessi 2 ár og svona hver staðan og til dæmis þess að það gerð þarna breyting þar sem að skattrannsóknarstjóri og skatturinn eru sameinaðir, eitthvað af þessum málum eru farið til ríkissaksóknara. Það var gagnrýnt hversu hratt það var gert og það var hunsað og raunin var sú að rannsókn málsins tafðist einhverja 3 mánuði vegna þess að það voru ekki til vinnureglur hvernig ætti að færa á milli stofnana, þar sem frá stofnun sem var lögð niður. Þú veist, þetta til dæmis lýsir svona kannski einhverju fúski, þú veist að setja bara lög og við erum ekki búin að hugsa það að þegar þau taka gildi að þá þarf að vera að vinna eftir þeim. Þú veist með endalausa stjórnmálamenn sem kannski tjá sig þetta svona til þess að og tala svolítið máli Samherja, þú veist með ábendingu frá Greco það sem svolítið vandamál á Íslandi sko meiri glæpur að taka við mútum heldur en að greiða mútur sem svolítið gömul hugmynd sko, þú veist þetta hefur nú breyst mjög víða af því að það eru auðvitað líka glæpur að gera það og þarna þú veist erum við bara með eitthvað svona umhverfi sem að bara áslega kærulaust gagnvart þessu eða bara raunverulega sér þetta ekki sem vandamál, en á hinn bóginn erum við svo líka með umhverfi til dæmis í Seðlabankamálinu, þar sem að þingið fer sko það þingnefnd sem að kallar Seðlabankastjóra til sín og ætlar að fara yfir innri eða svona stjórnsýslu Seðlabankans í því máli og að þeir þingið á ekki að vera sko með formlegum hætti að skipta sér að og þetta ekki óformlegum hætti heldur að skipta sér að einstaka málum, en þar til dæmis Samherjamönnum boðið að tala og fundurinn snýst allir Samherjamálið, þannig að þingið til dæmis þar tekur einhvern veginn þátt í því að sko að gefa Samherja mjög öflugan plattform í það að sko
tæta í sig Seðlabankann. En það sem þetta gerist að sonur, hann Baldvin, sonur Þorsteins Másson, náttúrulega var með þess að stæla við Seðlabankastjóra og kannski gerði Seðlabankunum greiða með því sko, þetta var svo yfirgengilegt. En þú veist, það samt sem áður, þú veist, þetta samt umhverfi og þetta kannski líka svona sjálfstætt vandamál sem að sýnir okkur að þegar á reynir þá svona ofsalega tilhneiging til að gera lítið úr málum, en eins og Samherjamáli í Namibíu, það svona, maður finnur það tilhneiging til þess að láta þess að þetta sé bara eitthvað svona tiltölulega lítið spillingum á hvað verið að eldast við eitthvað sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi miklu stærri mál, en Samherjamáli bara risavaxið spillingumál á bara global skala og bara mjög stórt, það miklu peningar. Þú veist, það eru stjórnmálamenn keyptir í 2 löndum, við gleymum oft sko Angola til þess að gera þegar það var farið í að breyta þessum samningum á milli landana. Það sko skattrannsókn í Færeyjum, þú veist, þeir skiluðu þarna fé, það banki í Noregi sem að skammaður gríðarlega, þú veit með sjávarútvegsráði Noregs sem búin að segja að hann sjá enga ástæðu til að aðstoða Samherja að byggja sig upp þar. Þú veist, þú ert með tengingar í Þýskaland, Frakkland, Portugal, Holland, það peningaþegnir í gegnum Dubai, þú veist, þetta risavaxið mál, þetta ekki bara eitthvað svona stórt mál á íslenska mæli. Ja, og ekki fleiri dæmi eitthvað svona, það sem út með vestrænt fyrirtæki sem kemur inn og kannski kemur til gegnum einhverja svona þróunaraðstoða verkefni og eitthvað svoleiðis og svo þau í raun að flytja inn spillingu að arðræna þjóðina og sumir kannski kallað hef ég heyrt neokolonialismi. Já, ég meina Transparency náttúrulega stofnað út á svona máli. Ég meina Samherjamáli bara nánast identical við málið sem var til þess að Peter, sem einn stofnandi samtakana, hættir hann hjá, eða þú veist, þegar hann hættir hjá World Bank, þá fer hann og stofnar þessi samtök vegna þess að hann sér bara hvernig þessi fyrirtæki koma algjörlega hömlulaus til þróunarríkja og raun og veru misbeita eða íkja eða svona amplifæja spillingu. Það alveg ríkalegt, já. Við erum að vera að skoða þessa sögu alltaf, þú veist, eins og mann kennt þetta, kannski í grunnskóla þá lítur þetta alltaf rosa vel út eins og við séum að koma þarna með þróunarstyrki og erum að hjálpa fólki, hjálpa þessum þjóðum að þróast og svo erum við raun bara að arðræna þau og flytja inn spillingu, mikið. Það kemur fyrir. Að mörguleyti samt íslensk þróunaraðstoð mjög góð, hún tiltölulega lítil og svona hefur verið svolítið fókuseruð af því að við höfum ekki það mikla peninga, en þú veist, það eru líka alveg dæmi að, þú veist, að þetta hefur farið illa og ég meina, þarna er auðvitað dæmi það, svo, þú veist, og ég bara að segja, þú veist, að Ísland naut mikillar virðingar, skilur, það það sem ég að segja, ég meina, menn búa til eitthvað. Ég ekkert endilega að segja að þeir hafi verið í sömu flugvélum og starfsmenn þróunaraðstoðarinnar, en þú getur ekki horft fram hjá því að kerfið í Namibíu byggt upp með íslenska kerfið sem fyrirmynd. Akkurat. Já, svo oft talað eins og sko spillingin á Íslandi og ef það spilling, fólk sko fyrst segir, nei, það engin spilling á Íslandi og svo kannski bendir maður á einhver dæmi og þá segir, já, en þetta kannski bara út að vera svo lítið samfélag að eru bara vinir og þú veist, þetta eitthvað svoleiðis. En svo sér maður, þú veist, bara þessi samskipti mitt úr Samherjaskjölunum, sko, hvað virkuðu bara sjóaðir og bara mjög skipulaðir í því hvernig ætluðu að múta. Og þá veltir maður fyrir sér bara, þú veist, af hverju ætti þetta ekki að vera svona á Íslandi, fyrst þeir eru svona vanir sko, virkuðu þannig í samskiptum og bara ekki greinilega í fyrsta skipti sem þeir eru eitthvað að plotta í slíkum málum, þannig að þurfum við ekki bara líka virkilega sem almenningur og vera bara á varðbergi, gagnvart því að veist, það gætu bara verið mútur í gangi hér alveg eins, þá? Ég hef stundum spáð í þessu og ég verð að fá að tala kannski pínu ábyrgðarlaust núna. Ég hef nefnilega spáð í þessu, sko, mútugreiðslur í Íslandi. Það eru til svona söguleg dæmi mútugreiðslur á Íslandi. Það dæmi að hvað hefur verið keypt í ævisögu Gunnar Thoroddsen, til dæmis. Og þannig að, þú veist, ég held að sé fáránlegt að láta eins og, þú veist, það geti ekki gerst á Íslandi. Ég samt ekki viss að það sé, ég veit ekki hvernig maður á að leggja mat á hversu sko ríkur kúltúr þetta Það eru líka þetta fréttir, þú veist, eins og í Gamma-málinu þar sem að
maður svona veit ekki hvort maður getur kallað þetta eitthvað annað mútur, þú veist, það sem að sem ég myndi Aðsteinn skrifaði líka en svo á sama tíma þá velti ég oft fyrir mér sko þegar sko hvers vegna maður ætti að borga fyrir eitthvað sem frítt og ég ég bara ekki viss það að íslenski stjórnmálamenn séu keyptir að þegar stundum finnst manni bara einhvern veginn þarf ekki eins og eins og sé bara engin þörf á það sko. og þetta auðvitað ekki afstæða transparency, ég bara að segja skilur að ég hef bara pælt í þessu stundum sko, bara, þú veist, að því að ég meina Samherji borgaði meira fyrir kvótan í Namibíu heldur en á Íslandi þú veist, þannig að ég bara, en þú veist, það kemur mér samt alveg á óvart ef að menn væri ekki að gera einhverja greiða og veri ekki svona stundum að aðstóða og það eru þetta rosalega lélegt utanumhald gjafir og svona greiðslur, það líka oft svona svo tiltrúa til þess að sé mútur, þá verður þetta að vera sko í einhverjum brúnum bréfpoka. Já, bara reiði fyrir. Já, en þú veist, þetta eru náttúrulega viðskiptasamningar og ég meina, ég get nefnt eitt dæmi sem að mér finnst stundum alveg furðulega lítið spáð í, það til dæmis bara að Samherji gaf Eyþóri Arnalds hlut í Mokkanum. Já, akkurat. Þú veist, ég meina, og það í gegnum þetta kattanef og svo peningurinn rakinn og þú veist, og það kemur úr þessu sama fyrirtæki á Kýpur og var notað til að greiða til stjórnmálamanna annars staðar, sko. Ég meina, þú veist, það allavega ekki rosalega skynsamlegt að láta bara eins og þetta bara geti alls ekki gert, eins og við séum bara eitthvað svona næstuði fullkomið fólk sem að bara gæti aldrei gert þetta, sko. Það náttúrulega, það ekki fjölmörg dæmi eitthvað svona sem að stjórnmálamenn fá lán til þess að kaupa eitthvað ríkiseignir eða eitthvað og svo þurfa aldrei einhvern veginn að borga lánin. Já, ég meina, og það var líka, þú veist, til dæmis í kringum einhver bankan á þessum tíma, ég meina, það einhvern veginn allir sem komu nálægt því urðu frekar vel staðir, svo nú mismunandi, sko, hvernig þeim tókst að halda í það fyrir. Já. Þannig að, já, ég held allavega svona petty briberies, ég ekki rosalega algengt þú veist að gefa embættismönnum bara reiði fyrir. Já, og svona þannig. En ég myndi ekkit útiloka að það hafi gerst eða séu dæmi það, en ég hef allavega ekki upplifað það í mínu lífi, en ég meina, það var einu sinni þannig að þú þurftir að gangi Sjálfstæðisflokkinn til að fá lóð í Reykjavík eða fá að sópa göturnar. Það engin, það kemur, hann talar það í nýjustu bókinni sinni en Dagur B, sko, og það ekkert þó að Dagur segja það og margir svo ósamálunum, þá það ekkert minna satt, sko, þetta var bara svona. Já, segja hvernig þessar voru. Já, það var líka bara eins og með njósnir og svolítið, það bara skjalfest, bara hvernig var staðið af því að sjálfstæðismenn gengu sumir bara inn í sendiráð Bandaríkjanna og fengu bara aðstoð þar við hvernig þetta taka niður vinstrimenn, þannig að þú veist, það ekki þetta útiloka að svona hlutir síðan nefnilega í gangi í dag, sko. Það ákveðið. Nei, og njósnirnar eru enda merkilega vegna þess að það nú alveg ótrúlega vel skjalfest. En hefur einhvern veginn aldrei almennilega verið rannsakað, sko. Það tekið umræðina einhvern veginn tekið á því, almennilega. Nei, það var til dæmis dómsmálaráðherra þegar að njósnamáli kemur upp Björn Bjarnason. Ég meina, hann að finna í Kissinger-skjölunum og var mjög spenntur fyrir því að vera að koma upplýsingum vinstrimenn til bandarískra yfirvalda. Þannig að sko, það enda dæmi bara, þú veist, eitthvað sem alveg ótrúlega vel skjalfest og einhvern veginn aldrei sko pólitísku vilji til þess að bara raunverulega rannsaka og gera upp og líka samt við ástandið, þessi sem var að fylgjast, ég man ekki hvað það var kallað, það var verið að fylgjast með ungum konum sem voru taldar að vera með bandarískum hermönnum og ég meina lýsingarnar á því alveg ótrúlega, það sem bara verið að leita í ruslatunnum og eitthvað svona. Já. Það hefur reyndar kannski verið, með skilst að það hefur nú reyndar verið svona gerð meiri tilraun til að koma með bætur þar. Hvað sér voru að leita í ruslatunnum eftir?
Þeir voru bara að fylgjast með konum Já. eða stúlkum sem voru taldi og notuðu bara allar aðferðir, myndu voru bara hreinar og klára njósnir. Það þar á meðal eitthvað lýsing þarna sem við verðum að leita sko í ruslatunni og fólki, ég veit nú ekki. Þetta einhver umsönnunargögn. Það eitthvað. Sæll. En það virðist einmitt ekki vera vilja til að líta tilbaka og kannski læra eða hætta að þú veist, einmitt passa að þetta kom ekki fyrir aftur, heldur bara þvert á móti, það hefur verið að fara að gefa í, virðist vera í vopnavæðingu og að koma á laggirnar þessum forvirku rannsóknarheimildum sem að bara slíkar heimildir hafa verið misnotaðar á Norðurlöndum, þannig að og koma náttúrulega ekki vekk fyrir glæpi heldur, þannig að það virðist vera við sem frekar bara að fara að gefa í. Já, líka með þessa vopnavæðingu, þetta kemur nú reglulega upp, en sko, ég ekki viss þetta sé rétt viðbragð við þeim vanda sem sko að sem sagt, sko löggæslan og þá líka við rannsóknir og til dæmis héraðssaksóknara og annað slíkt mjög undirmennuð á Íslandi. Þú veist, það vantar 200-300 stöðugildi til að halda í við fólksfjölgun. Og þetta alveg eitthvað sem hefur verið vitað mjög lengi og maður kemur bara fram í skýrslum reglulega og svo það auðvitað bara pólitískt mat hvað fólki finnst það, hvað ég vera margir. En mér finnst það svona svolítið þú veist, og ég sko kannski bara rétt að segja að þú veist að Transparency auðvitað alltaf hefur verið að skoða og Transparency á Íslandi að skoða þetta og það ekki, þú veist, komin eitt út frá okkur þetta, þannig að ég verð að fá að tala hérna bara algjörlega, þú veist, bara mín skoðun í þessu, en mér finnst þetta rosalega svona skrítin áhersla sko að alltaf bara einhvern veginn að laga skort á mannafla og fjármagni og svona capacity til getu og tækjabúnaðina með því að bara vopnavæða, þú veist, ég allavega persónulega hef áhyggjur af því vegna þess að okkur hefur líka gengið mjög illa að sko að tryggja eftirlit með lögreglu. Það hefur það hafa svona ýmsir hluti gerst undanfarin ár til að reyna að styrkja það sko, en það svona mínum að stundum með hangandi hendi. Þannig að ég ekki viss að lausnin sko sé að skella sko fleiri byssum sérstaklega eða rafbyssum. Fyrir utan það að íslenska lögreglan bara tiltölulega vel vopnavædd. Það sko, það var svar við fyrirspurn fyrir kannski svona 5 árum þegar þessi umræða var líka í gangi og þá var mikið þrýstingur á þetta meðal annars vegna hryðjuverka víða Evrópu sem voru að keyra inn í mannfjölda, þið munið kannski eftir því. Að þá sko var fyrirspurn sem að þingmaður sendi á þinginu og þar kemur bara ljós að það eru byssur í nánast öllum bílum og annað slíkt sko, þannig ég veit ekki alveg hversu gott það af því að svo annað vandamál til dæmis að það sko hefur mjög lengi verið þannig að það allt of fáir sko sem fara í lögregluskólann, þú veist, það of lágt hlutverk af menntuðu eða sem sagt af lögreglumenn sem hafa farið í gegnum hennar skóla og ég ætla reyndar að fá að hrósa honum Jóni Gunnarssoni fyrir það að hann spottaði þetta reyndar mjög hratt. Þannig að núna til dæmis búið að auka, ég held að fara hátt í 100 manns þarna í gegn og því verður viðhaldið. En ég hef verulegar efasemdir þessa vopnavæðingu. Og hvað með forvirku rannsóknarheimildina? Það ekki svolítið varhugavert. Já, það ekki, ég hljómaði nú þess að ég væri mögulega að fara að styðja það, sko. Jú, það er mjög viðkvæmt og mjög varhugavert, sérstaklega í umhverfi þar sem það ekki alveg fullmótað hvernig eftirliti með lögregluvaldinu háttað. Það bara ekki fullmótað á Íslandi. Og svona fleiri stofnanir út í heimi að vara okkur við að slíkar heimildir eru oft misnotaðar í annarlegum tilgangi að njósna félagsstarf eða aktivista eða eitthvað fólk sem ekki stjórnvöldum þóknanleg á hverjum tíma. Já, við sáum það til dæmis í skýrslunum sem að lögreglustjóri gerði eftir ríkislögreglustjóri gerði eða lögreglan Reykjavík, maður það ekki alveg, eftir búsáhaldabyltinguna sem var að vera svona kortleggja mótmælin á þessum tíma. Og alveg furðuleg skýrsla sem verið að skrá niður sko pólitískar skoðanir fólks, það sko verið að skrá niður jafnvel nöfn og kennitölur sko fólk sem undir aldri, þú veist, það sett einhvern veginn sama sem merki í þessari skýrslu við einhverja krakka að henda appelsínu og eitthvað annað sko, þannig að þú veist, það ákveðið svona kúltúr þarna sem maður óttast og þú veist, en svo vil ég líka segja sko að
að lögreglumenn sjálfir hafa líka alveg oft verið duglegir að kalla eftir, þú veist, auknu eftirliti og annað slíkt, þannig að þetta ekki alveg, en þarna kemur aftur kannski svona, þú veist, þessi svona, kannski þetta reddast kultúr eða eitthvað, við svona höfum oft tilhneigingu til þess að gera svolítið lítið úr þörfinni á formfestu og, og svona faglegheitum. Og það til dæmis mjög fyndið að það voru gerðar siðareglur fyrir stjórnarráðið þegar það var það var vinnuhópur sem vann greiningu til að setja siðareglur. Þetta hérna 2009. Þetta auðvitað Jóhannustjórnin sem gerir þetta, þannig að þessar siðareglur hafa nú eiginlega verið bara algjörlega settar í tætarann. En þar til dæmis búið til svona þrjár svona spillingar áhættur eða svona sem að þarf að hafa í huga. Ein frændsemi, önnur agaleysi og hin tilhneiging til að gera lítið úr afleiðingum gjörða sinna. Þannig að þar greiningin í raun og veru sú að þú veist, okkur skortir aga og formfestu og höfum tilhneigingu til þess að líta fram hjá okkar eigin brestum. Og það mun allir eftir þessu, ég meina það ráðin einhver smalari, eða þú veist, einhver sem vel tengdur inn í flokkinn sem ráðuneytisstjóri, það allt annað mál að ráða einhverja flokksmenn sem aðstofamenn sína, þó að þú veist, en og þá þegar það var gagnrýnt fyrir nokkrum árum, þú veist, þá eiginlega var bara sagt, já, en ég meina, þó hann sé vinur minn, þá bara veit ég hvað hann duglegur, eða eitthvað svona, þetta svona þetta agaleysi, og þú veist, ég á mjög erfitt með það að allavega stimpla það bara strax sem rosalega góða hugmynd að fá rafbyssur inn í þetta umhverfi. Þegar og ég hafði nú ekki heyrt þetta, að þeir voru að njósna fólk í búsáhaldabyltingunni, segir þeir voru skráð niður nöfn. Nei, þetta voru ekki njósna, þetta svona samantekt skýrsla, það sem verið að fara yfir aðgerðir lögreglu og annað slíkt, en hún var hins vegar, hún var unnin alveg af einstökum skorti á fagmennsku og var meðal annars birt og þá var bara búið að setja svartan lit í vördi yfir nöfnin bara þegar við afrita það og kemur það bara. Þetta var allt svona mjög klúðurslegt ekki mjög fagmannlegt. Kannski viljum ekki gefa þessum stofnunum byssur og fleiri byssur og forvirkar rannsóknarheimildir. Allavega ekki á þess að sé bara veruleg umræða það og ég ekki með þess að reyna að segja hér í leiðinu, bara tölum þetta í nokkur ár en þú veist, þetta bara greiðlega stór ákvörðun og það slæm tilhneiging að einhvern veginn segja bara, ok, nú þurfum við bara að vopna því að þú veist, það bara þannig, við þurfum bara, þú veist, þetta gríðaleg eðlisbreyting á löggæslu í landinu og þó svo að að lögregla sé í dag með aðgang á vopn, það bara allt annað mál. Algjörlega. Og það mikil áhættan myndi ég mynda mér í þessu, þegar það fyrir að vopna vega frekar lögregluna og hún fyrir að vera sýnilegri með byssur og svoleiðis, að einmitt getur skapast bara stemning og togstreita á milli löggunnar og þeim sem verið að löggæta. Já. Eins og við sjáum í Bandaríkjunum og svona og svo hvers konar kúltúr hjá lögreglufólki sjálft, þú veist, erum við kannski að ýta undir tilhneigingu til þess að fólk sem að sækir í að vera með byssur og að vera rosa öflugt einhvern veginn og svona drottna yfir öðrum, erum við kannski að auka það að fólk sem þannig fara að leita í lögregluna. Ég sé það fyrir mér, við þurfum að standa gegn því, held ég. Ég bara veit ekki, við erum ekki búin að skoða þessa hluti. Þetta var áhætta sem við myndum taka. Fyrir utan það, já, ég ætla bara að segja fyrir utan það þegar kemur að svona vopnbeitingu, þá auðvitað það lögreglumenni sjálfir sem að eiga, þú veist, það aukin áhætta fyrir þá, það líka oft stundum þannig að verða slysaskot og annað slíkt, og það líka bara þannig að þegar það búið að draga upp vopn, þá bara hver sekúnda sem líður, hún bara margfaldar líkuna og þú verður skotið. Þú veist, það þannig að það þarf ekki mikið rannsóknir, ekki, sem hafa sýnt svona. Jú, ég held reyndar að ég get ímyndað mér, ég ekki sérfræðingur í þessu, ég get ímyndað mér þetta sem mjög erfitt að rannsaka áhrif vopna, en reyndar fyrir nokkrum árum þá var ég nú í teymi með fullt af blaðamönnum sem voru að skrifa
vopnað iðnaðinn og bara vopn og svona byssukúltúr í heiminum. Að mér segja í bókinu, hún heitir Gun Baby Gun, þessi bók, og kom út hún heitir eitthvað annað í Bandaríkjunum, heitir það allavega í Evrópu, og þar mér að segja kafli Ísland, sko, og það sem mikil áhersla lögð á, þú veist, þessa miklu vopnaeign en rosa mikið verið að tala þessa menningu, að því að vopn, eða skotvopn á Íslandi eru bara ekki álitin vopn, þú veist, til þess að nota á aðra. Það eru auðvitað eitthvað merki það að það sé að breytast í dag, en við getum, þú veist, þetta kannski allt eitthvað svona svolítið abstrakt, en við getum líka velti fyrir okkur, þú veist, hvort að aukin sko almenn vopnavæðing lögreglunnar eða jafnvel rafbyssuvæðing sem þá kannski einhvern veginn næsta stef fyrir neðan geti verið svona neikvæð áhrif að ofan inn í þann kúltúr. Þú veist, það gæti mögulega verið að við værum að senda þau skilaboð að skotvopn séu vopn til að verja sig, sko. Þannig að við þyrftum að skoða allt svona rosa vel. Ég svona á erfitt með að treysta pólitíkinni til þess. Já, akkurat. Það er þannig nokkuð skýrt í félagssálfræðinni að það er búið að rannsaka svolítið svona samskipti lögreglu og fólks og það er mjög skýrt að ef að löggan kemur inn með eða svona árásargirni eða svona hótunar tilbyrði einhverja þá einmitt stigmagnast líkurnar á einhverjum svona atburðum eða ofbeldi eða eitthvað sem kemur upp. Þannig að þetta er eitthvað sem ættum klárlega að hafa í huga. Já, mikilvægt líka einmitt þessi punktur sem að Jón Gunnars, þessi eini góði punktur með mennta lögreglunar. Ég held að hann skipti mitt máli að þeir fái þessa fræðslu mitt, sko, sem að bara jafnvel einhvers konar sálfræðslu líka þetta að hvað áhrif það hefur að mæta mitt, sko, og þessar hugmyndir sem hafa og mikil mýta þetta sé, þú veist, mótmælendur sé bara einhver skríll og það myndist eitthvað svona geðsmit á milli fólks og allir verða einhvern veginn algjör snarvitlausir, skilur. Mæti einhvern veginn með gamla félagsfræðin. Já, einmitt, þú veist, það kannski svona einmitt að kenna einmitt að sko passa sig á þessum fordómum, sko. Það er bara fólk sem bara verið réttláta reiði langa ofta, sko. Og já. Já, líka, þú veist, við þurfum að sinna því líka að lögreglumenn, þú veist, hafi það, eða þessast í raun og veru bara lögregluvaldið, það er ekki bara lögreglumenn. Þú veist, við þurfum að sinna líka að þau hafi það svolítið gott. Það er streituvaldandi að vera í þessum aðstæðum. Þú veist, það er álag gerir fólk stundum ólíkt sjálfum sér og annars slíkt, sko. Og ég ber sjálfur mikla virðingu fyrir og vantristi lögreglunni bara, þú veist, einhvern veginn. En þú veist, þetta virkar allavega á mig ofsalega mikið sem svona quick fix. Og þú veist, og þetta quick fix finnst mér ólíklegt að muni virka og þá er það eitthvað annað næst og svo næst og næst en það eru gæði í því að samfélagið færi sér svolítið hægt núna, sérstaklega líka vegna þess að svo getur verið, sko, það sem náttúrulega er raunverulegt áhyggjuefni þrívíddarprentun skotvopna. Það er alveg bara að því að það er rosalega erfitt að stöðva það með einhverjum svona hefðbundnum leiðum. Þrívíddarprentun skotvopna sem betur fyrir reyndar flóknar en að prenta einhverja fígúrur sem að flestir eru nú að gera, en sko hvort að þessi rétt leið að auka almenna vopnavæðingu lögreglunnar, þú veist, myndi allavega að vilja sjá talsvert, sko, svona sterkari rök fyrir því, sko. Og fyrst kannski adressa þetta, sko, að þú veist, lögreglan er líka bara, þú veist, hún hefur bara ekki nóg mikið af fólki. Það er erfitt fyrir og þetta er, já, mér finnst það mikið sensöður að þetta er svona quick fix sem við verðum að reyna að leita í staðinn fyrir kannski að taka á alvöru vandanum sem mannekla og ekki nú menntun. Ég myndi halda það. Já. Og örugglega, þú veist, ég hef svo sem aldrei, veit ekki hvernig vinnuaðstæður lögreglumanna eru en þú veist, gæti alveg ímyndað mér að það væri margt sem ætti bæta þar. Trúi því, heldur betur. Já, það er einmitt málþing á miðvikudaginn hér sem Háskólinn á Akureyri stendur fyrir lögregludeildin þar og þar er einmitt á að fara að ræða þessa vopnvæðingu og bara ég hvet fólk til að mæta þetta rafrænt og þá vonandi opnaðir fyrir einhverja spurningar þannig að fólk geti fengið svör við og hvaða gögn þeir hafa fyrir sínu máli, sko. Ræða þetta aðeins áður en þetta er gert. Það er góð hugmynd. En áður en við ljúkum þættinum þá vildi ég benda fólki á, ég fekk link daginn, senda link á Wikipedia síðu þar sem að
einhverjir eru byrjuð að rekja svona helstu spillingarmál Já, Íslands. Og það eru bara komin einhver 4 mál inn, en við skulum setja hlekk með þættinum og það er hægt að fylla inn meira ef maður veit mikið um þetta. Ég kíkti á þetta í gærkvöldi og þá eru komin bara einhver 20. Já, það er að fyllast bara. Og Frábært. sko uppáhalds spillingamáli mitt sem ég hugsaði mitt um það að bæti við var að það var það er bók sem fjallar það var svona náma á Íslandi þar sem að einhver steinn sem algjörlega stólið mér núna sem var gríðarlega mikil auða við þú veist fyrir 100-200 árum að þeir voru notaðir í linsur og annað slíkt og Silfurbergi, já. Bókin Silfurbergi í íslenska, hún endar í spillingasögu. Það er mjög fyndið því að þetta er náttúrulega svona vísindabók sko. Það var það eitthvað, menn fóru að rífast þessi litlu verðmæti og að þeir gátu bara hirt helminginn og vildu náttúrulega ekkert einhver skittin 50% heldur 100%, að þá einhvern veginn urðu eitthvað slagsmál um þetta og svo var það ekki úr þessu, af því að það töpuðu allir, eins og svo oft í spillingu. Þetta endar á því að gagnast fáum og heildin tapar. Já, og jafnvel engum í þessu líka. Já, bara skjóta sig í fótinn bara. Flóið á rassinn. En allir hægt að nálgast Íslandsdeild Transparency International, það er þetta að skrá sig sem félaga í þeim samtökum. Já, það er þetta nálgast Íslandsdeildina bara á transparency.is. Við erum líka með Facebook síðu. Það er velkomið að skrá sig sem félagsmann og það er gert á síðunni. Það er þetta styrkja og það er líka bara að taka þátt í. Þú veist, við þykjum bara öll like og deilingu og e-mail þar sem að fólk sendir okkur spurningar. E-mail mitt er thora@transparency.is og maður alltaf senda mér skilaboð. Já, frábært. Þetta eru flott samtök og við þökkum þér kærlega fyrir að hafa komið í Rauðan raunveruleika í kvöld til okkar allir og kæru áhorfendur, takk fyrir að hlusta og horfa og við sjáumst næsta mánudag klukkan 9. Takk kærlega fyrir. Takk.